5, 4, 3, 2, 1. Góða kvöldið, kæru áhorfendur. Það eru Guttix og Ég er White. Áki. Já, sem að heilsa ykkur í kvöld. Það er æsispennandi leikur í efri deildinni að fara að eiga sér stað. Það eru höfðingjar Búðardals og Silfur Mosfellsbæjar sem að mætast í 7. umferðinni af Almennabikarnum. Og þetta er stór leikur fyrir höfðingja Búðardals af því að með sigri hér eru þeir komnir skrefi nær því að vera komnir í útsláttarkeppnina fyrir úrslitin. En ef að Silfur vinna leikinn í kvöld eru þeir búin að loka hurðinni á drauma höfðingja. Dýmur. Liggur mikið við. Þetta er æsispennandi. Þetta verður það. Mikið press á það, hrindar. Já, mikið pressa. Þetta má búast við einhverjum hörku tilþrifum í kvöld. Já, vonandi. En þeir allavega standa þannig að þeir eru í 5. sæti höfðingjarnir núna, jafnir atgerum með 3 leiki sigraða og 3 leiki tapaða og 9 stig. Þannig að þeir eru líka að vona að atgerar tapi sínum leik. Því ef að það gerist eru þeir bókað komnir í 4. liða úrslit. En byrjum leikinn á Lijiang Tower sem við sjáum á eftir. Já, Lijiang í þessari auku. Já. Og þetta eru lið sem að áhorfendur ætti að þekkja. Já. Bæði lið sem hafa verið að spila síðan í síðasta sísoni og hafa unnið sér inn marga áhangendur. Bara vantar GKR í höfðingja núna. Því miður. Já. Hann læsir hann núna. Já, því miður. Já. Fyrir höfðingjana er hann farin í seli en þeir hafa nú væntanlega bætt einhverjum meistara í hópinn. Já, þetta. Ég hef svo lítið náð að fylgjast almennilega með. Maður tjekka bara á standinginu og svoleiðis en ég hef ekki náð nógu mikið að horfa á leiki. En það er alltaf gaman að koma hérna inn og fylgjast með. Lýsa þeim, sko. Já. Now arriving at Lijiang Tower. Æsispennandi. Initiating. Við erum að fara inn í mappið. Það er Gardens fyrst. Það er Gardens, við byrjum þar. The one and only Farah map hérna. Já. Þarna er hægt að sjá mikið af
flottum búbum Jú. við þessar brýr sem eru í kringum pointið. Og í dálítið upp á því að mér að taka hog og húka fólk hreinlega niður. Já, ertu þannig. Já, ég hef mikla mætur á því, en Já. hérna hjá höfðingjum erum við með Elo á Reinhardt og Stebbo er á Sarionni, Mercials er á Symmetru sem að gefa því kynna teleportir yfir á Point og Sig Fusion einmitt líka hjá Silfri. Hospice er á McCree, Strandaglóbi á Lucio og Kaldi á Baptiste. En þetta er nokkurn veginn mirror comp hjá þeim, fyrir auðvitað það að Rottweiler er á Dífu. Já, Þannig það að- er mjög gott með hann og rænina sem er líka þessu mappi til þess að henni væri með föri. En bæði pointin eru komin inn, bæði liðin eru komin á point og Sigfússon fættur fyrstur, Hrútspungur fylgir í kjölfarið og þarna fer bara afgangurinn á liði Silvers. Bara mjög fljótt, en þau tók einmitt bæði liðin. Bara teleporter inn á point og Rottweiler bjargar sér þarna frá því að vera stakkaraðir. Og ég heyrði frá kastunum gær, Sakila og Keitia, að þau kallaði þetta svona symmetru hreiður þegar þau setja svona torréttina saman. Já. Mér listu óðalega vel á það. Symmetru hreiðurinn hérna að mæta sér, en nú eru Silfur að reyna að koma sér inn á pointið hérna frá þeirra vinstri og þarna kemur út sjatterið frá Elo í bakið á þeim og Strandaglóbi hendir kúasmálunum út af og Lilju, en Hrútspungur nær þarna tveimur nær Symmetrunni og rænum. Þetta er... Nei, það hjálpaði þeim ekki alveg nógu mikið. Þau eru fljót að koma sér aftur upp á meðan rænun og Symmetran eru að skila sér hjá höfðingjum. Þau ætla að fara þessa leið aftur úr þeirra. Þau eru að bíða eftir einhverjum. Það kemur, já, Dívan og það koma hérna Hrútspungur og Rottweiler. Lilja er með Matrix og Kaldi líka. Típi hennar punkt. Típíðan punkt. Þarna koma út skildur hjá Mercials og Hyde frá Hospice og Window. Sigfússon fellur og Lilja en Elo fjall líka, en það bara var ekki nóg fyrir Silfur. Þannig að Rottweiler er tímekkaður. Já, og það eru taktikar reset á Rottweiler og Hrútspung. Hefur ekki Rottweiler þurft að fara út af þrisa núna? Jú, mér finnst það. Þau ætla greinilega að fá sér eins mörg push inn á þetta point og þau geta. Þau eru að nálgast Dífublokkuna og að halda í sjatterið og hænún. Hrútspungur er að nálgast einmitt Sandbarrier sem að Strandaglóbi heldur í. Önnur út hjá höfðingjum er ekki nema Stebbo sem að er að nálgast Surge. Kosmálinn, næringum. Hrútspungur hendur þarna Hospice út af. Þetta getur að gefa mega. Dífubomban nær Mercials. Lilja fellur samt, þannig að þau eru með minna healing núna. Strandaglóbi er farin út af. Kúasmálinn og Blueboy falla fyrir Symmetru, Turreti og Stebbo. Sarionni. Það var það. Og þetta point er bara komið höfðingjum í vill. Bara... Sýndu þarna mikla yfirburði. Algjörlega. Score 0-1. En það getur náttúrulega, það þekkist að sum lið eru betri á sumum hlutum mappa en öðrum. Og það gæti nú vel verið að Silfur sé að fara að sýna okkur einhverja svakalega takta hér á Nightmarket. Já, þetta líka, ég held að sé bara öll mappin á Lijiang bara sim Já, en þeir hérna í höfðingjum virðast þetta halda í sama komp, en hérna í Silfri er Kúasmálinn komin yfir á Mei. Sjáum. Og eru komin á Rísu líka. Það eru típið á point, bæði lið. Já. Og við sjáum hérna Immortality koma út frá Lilju, sem bjargar samt ekki Kúasmálunum. Hospice fellur og Blueboy er fallinn, Hrútspungur fylgir. Höfðingjar eru að taka allt plássið hérna og gefa Silfri ekkert eftir. Lilja er komin með dálítið hérna forskot á
Vá, rosalega Matrixi. mikið forskot. En Elo er búinn að vinna sig upp í Shatters á undan Blue Boy og Blue Boy er töluvert eftir á. Það er Það er neifengur til þess að komast þarna yfir. Já, Sjá það er hvað ekki kemur í mikið kjölfarið. Þau eru í einhverjum vandræðum með þessi törn og Elo kemur inn með svakalega tjattir og meiri hlutin af, já, það eru bara, nei, það er hrútspunkur, hann sleppur með líf sitt en hann þurfti því miður að fylgjast með öllum félögum sínum falla í kringum sig. Og við sjáum þau reyna þetta aftur. Þau er nú enda bara með 50 og eitthvað %. Það er nægur tími eftir fyrir Silfur. Já. Kemur nokkru frá hann Lilju. Og Mercial sem búinn að setja vegginn, skjóldar vegginn sinn upp. Það var Shatter frá Blue Boy. En hann heldur nú fyrstur sjálfur. Já. En þau virðast, já þau ná Elo þarna. En Sigfússon fellur fyrir það. Eru samt down 3. Já. Já, eða bara Búasmálinn var einn eftir á pointinu að reyna þessi turret frá Mercials eru bara vandaðum rosalega með skada. Já, Mercials er að setja þessi turret upp á alveg svakalega óþægilega staði fyrir Silfur. Og við sjáum hérna Silfur er að koma. Þetta er að nálgast síðasta fight. Þau taka tími í beintin á point og Elo hendur í satterið og það er graf líka úti. Það er bara, Hæ núna tekur kóðan á Blue Boy. Og hrútspunkur er þarna á veggjum, öllum veggjum og Rottweiler hendur í grafið en allt kemur fyrir ekki og höfðingjar ná teamkillinu og pointinu. Þau eru búin að tryggja sér hérna fyrsta map í þessum leik. Það vinnir. Þannig að Það var voða vel haldið. Þau bara náðu að fara inn á punkt og æpalla og bara halda í eða bara 100%. já, þeir sýndu þarna höfðingjarnir frekar mikla yfirburði á þessu mappi og héldu bara því sem þeir tóku. Og þá er bara að bíða og sjá hvað Silfur vilja taka núna. Það er næsta mapp er náttúrulega hybrid map, en við skallast ekki. Þar sem fyrsta verkefni er að taka punkt og ýta síðan payloadinu á hérna áfangastað. Já, nákvæmlega. Bara spurning hvað Það er spurning hvað Silfur ætla að taka. Algengasta mapp í hybrid er náttúrulega Kings Row og Sigfússon virðast ætla að taka Kings Row. Já. Höfðingjar hafa valið að takka fyrst og það er interesting. Það er mjög áhugavert. Það er hérna ég held að sé svona óskrifað samkomulag það að það sé liðum í vil að velja fyrst að defenda á flestum svona möppum. Já, þá veit maður hversu mikið maður þarf að taka nefnilega. Já, þannig að það er áhugavert val hjá höfðingjum að velja það að taka áður en þeir defenda. Af því að það í rauninni gefur Silfrinu góðan séns á að halda þeim algjörlega án þess að höfðingjar fái að klára mappið. Þurfa full holda sem er mjög erfitt. sem er rosalega erfitt og sérstaklega á Kings Row. Það eru svo margar innkomulegir hérna inn á þetta mapp. Líka bara velja vitt og bara hitta hausa. Það var þetta bara búið. Sem að tala ekki það sko. Fengum alveg að
já, finna fyrir því í leiknum í gær. Útlagar Já. versus Djáknar. Útlagar eru náttúrulega með, og Djáknar líka með góða hitscan spilara Já, algjörlega. innan borðs. Og held ég bara flest lið flest lið í þessari deild, bæði efri og neðri, eru náttúrulega búin að ná sér í góða hitscan spilara. Já, það er eiginlega, það er must sko, hafa góða hitscan. Já. Sýnist allir vera ready í Kings Row. Þannig að við erum bara að fara að detta inn í þetta map. Vonbráðar. En Kings Row er náttúrulega, fyrir þá sem að spila Overwatch mikið, er náttúrulega Archives eventið í gangi og hægt að fara í Uprising missionið í Kings Row. Þar var einmitt fyrsta mission hjá Tracer, fyrir þá sem að eru svona Overwatch lore-nördar eins og ég. Þannig svona baby þar bara. Já. Þannig að við erum að fylgjast með liðunum hérna eftir nokkra sekundur að fara að setja saman liðin sín og hvað þau vilja spila. Ég ætla að fara, eða vilt þú fara yfir Silfur fyrst, hvað þau ætla að taka? Ég skal fara yfir þau. Já. Þeir eru með Blue Boy og Rhine, Rottweiler og Sarju, Sigfusion er með Kree og Cosmalin á Mei, Hrútspungur á Lucio og Lilja á Baptiste. Já, þau ætla sem sagt að taka svona rush comp defense. Já. Og við erum að sjá hérna Illo og Stebbo, nema þeir breyti einhverju, ætla að svara þessu með sínum megin Rhine og Sarju. Mercials er á Symmetrunni síðan í fyrsta mappi. Já. Ennþá. Hospes er komin yfir á McCree núna. Og Kaldi er á Baptiste. Strandaglóbi er á akkurat núna, á Brigitte Lindholm. En ég set nú spurningamerki við að hann ætla að halda í það. Já. En Maður sér ekki mikið af henni í þessu dagana. já, hann hoppar yfir á Lucióin og við erum byrjuð. Hérna. Kemur veggur frá Cosmalin. Náði að... Og þau ætla að teleporta upp á hægrandi fyrir aftan pointið vinstra megin. Já. Þetta er nokkuð... Skildur reyndar Lilju eftir en hún er búin að koma sér upp til þeirra. Blue Boy hoppa niður en þarna er Kúaspalur með flottan vegg sem að passa það. Það var rosalegt. Passa það að Illo næði ekki pinninu en Illo fellur á Mercials en þau eru nú samt að falla þannig eitt og eitt. Já. Við erum að horfa á hérna Kúaspalur og já, ok. Jæja, þau ná að snerta allavega en falla síðan. Já. Og Höfðingjar taka... höfðingjar eru bara komnir með pointið. Já. Nei, hefðu... Kaldi hoppar út það og þarna kemur þetta. Og þau ætla að fara, þeir ætla að fara hérna harkalega fram. En bakka nú samt... Já, það kemur stór vindofám Kalda. Já, bæjarstræki gegnum window er stórhættuleg. Og fín killi kemur hérna frá þeim hérna eftir sjatteri frá Illo. Nei, jú, hann settir það hérna. Strax komin upp í... Hann er komin í 24% þannig að ég var að kalla því. Og mér sýnist, er þetta... Já, við erum með Mercials og Strandaglóba hérna á payloadinu að pusha. Meðan hann Hospes er kominn upp fyrir aftan, hann er að læðast. Já, þannig að Hænún frá hann Hænún og tekur Lilju, en Lilja var búin að koma út Immortality feedið sem bjargar afganum á liðinu sínu. En það er skammgóður vermir því leið og höfðingjar losnuðu úr grafinu hjá Rottweiler þá bara fóru þau alla leið, tóku afganginn. Silfur næstu kom með 3 alls núna. Það er að vera að detta í Blizzard. Það er spurning hvað þau gera það. Já. Það verður áhugavert að sjá hvernig hvað þau ætla að gera við Stebbo þarna upp á hægrandinu. Window
Hænún. Já, Vinda Hænún. Já. Sigfússon að snúa sér í hringi þetta með Hænúni. Hann býr til pláss fyrir liðið Já. sitt, sem að alltaf jákvætt. Af því að Hænún getur verið svona suicide takki. Já, algjörlega. En höfðingar eru bara ekki að gefa neitt pláss eftir. Þeir bara vaða þarna inn Já. og taka Rottweiler. Steppa Og var bara svo- búin að vera hérna á hafgjörandinu bara bíma þig niður í Já. svolítið tíma. Nú eru Silfur hérna vinstra megin að... Nei, heyrðu? Nei, og Blue Boy er tekinn úr sínu eigin pinni, hann bjargar Íló. Kemur veggur frá Marshalls. Já, vekkurinn frá með sjálf, segir hérna. Standardingum með 2K executionin Rottweiler. Og Hospes líka. Hospes tekur hérna Hænún sem klárar mappi fyrir þá. Og höfðingjar enda round 1 með 4 mínútur og 22 sekundur í bankanum. to 3. Sem að Switching er meiri tími heldur en þeir byrjuðu mappið með. Svo má orðið komast. Þannig að það má segja að þetta hafi verið bara ansi vel gert við það. Og Það var bara mjög vel púsa. þeir mættu því miður fyrir Silfur mjög lítillega andstöðu. Og það var svona pínlítið eins og Silfur væri á afturfætinum meira hlutan af leiknum vegna þess hversu harkalega höfðingjar hreinlega pussuðu inn í það. Já, algjörlega. ready for battle. En höfðingjar eru að halda í þetta komp sem þeir voru að spila dálítið. Þeir eru ennþá á Rainsarju með Já. Marshalls á Symmetry. Hospes Já. er á McCree og Strandaglóbi á Lucio og Kaldi á Baptiste. Það Já, er eitthvað spennandi að koma frá Silfur. Silfri hérna. Já, þetta er eitthvað spurning. Það er Blue Boy á Ball, Rottweiler á Dífu, sem fjósanar með Kree, Quasmalin er komin í Tracer, Hrútspungur á Luciano en Lilja er komin yfir í Mercy. Jáhá, það Þetta er mjög interesting. þetta er mjög áhört. Ég hef séð svipu komp. Musteri að vera að spila dálítið svona það er- Wrecking Ball, Tracer, Dive komp, en þeir spila það Já. með Sarjunni, þannig að það Já. er áhugavert að sjá hvað Silfur eru með hérna í pokahotninu og ætla að beita sér fyrir. Þau eru komin hérna, Dívan er hjá tjókinu með og Sigfússon er með Mercy pocketið. Þau eru þrjú bara í baklínunni, bara aðeins að kýta á. En Quasmalin nær kalda. Já, en Hrútspungur er fallinn þetta, Íló tekur hann. Og það er spurning hvaðan Blue Boy ætla sér þarna í baklínunni. Hann er að flýja aftur til liðsins, hann kemst lífs af með næstum ekkert eftir í bankanum. Hann nær sér í healthpakka þarna og er lagður á stað aftur inn. Það er ótrúlegt hreinlega hvernig Blue Boy er að ná að halda sér á lífi og ég kastar Kirsten þarna harkalega með því að minnast á það. Þetta nær Hospes honum. Þú jinxar þetta algjörlega. Ekki búinn að sleppa orðun einu sinni. Sigfússon er tekinn þarna af Hospes. Það mjög er aftarlega. ekki bara að bakka. Jú, Silfur eru pínlítið vilt þarna, búin að vera þarna splittuð og búin að missa þarna alveg 2 mínútur og... Nei, 1,5 mínútu. En þau verðast alltaf að gera sig upp í annan push. Já, þau eru allavega með Hænún og Val. Já. Lilja hendur í Val. Valk kemur út frá Lilju og Hænún er á leiðinni en Marshall svarar þetta með frábærum skjaldarvegg. En nær honum samt Marshall. Fellur nú samt. Og þarna kemur sjatterið frá Íló. Dífabom líka punkt. Dífubombið nær til niður engum en Íló fellur samt. Og Lilja nær essinu á Hrútspung. Þau eru grafi. Rafi kemur þarna út og Rottweiler tókst. Ef hann reyndi nú að borða það, þá tókst hann það ekki. Hann er ekki verið það svangur. Nei, ekki núna. Þau eru að pússa þetta harkalega inn í þau. Já, Steppa og gefur kúasmannanum ekkert pláss hérna. Þetta er eiginlega bara farið að jara við einelti. Það er spurning hvort að maður er styrfað að hafa samband við einhvern. En hérna, við sjáum, þau eru með 1,5 mínútu og eru með sound barrier og eru að nálgast Minefield á Blue Boy.
Það er spurning hvort þau nái að henda. Og það er nætt og bít. Mænfildið fer daldið út allt. Já. En þau nota bítið til þess að pússa inn. En hérna, það var nú frekar eitthvað. Þetta, ég segi þetta ekki oft, en þetta var viðbjóðslegt. Jú, þá spyrir svona 4K þarna. Hospes er hérna að taka leikinu upp á eitthvað annar level með þessum hænúnum sínum. Jú. En já, Silfur hafa bara 40 sekundur eftir á klukkunni. Já, þau eru komin upp í annað valk og hænún. Húsmálinn er að nálgast hérna, hann er að nálgast Hálsbóm. Það er hænún, nice. Og Steppa og Fellur, þetta ætti nú að gefa þeim daldinn séns. Já, algjörlega. Þau taka út Immortality-fíldið fyrir að kalda. Og Húsmálinn, 2 kill hérna, nær kalda á Hospes. Höfðingar er að falla. Lilja með Battle-mörsið. Úff! Bara kíló. Lilja hefur verið orðin eitthvað þreytt á því að gera ekki annað en að híla, þannig að hún ákveða að taka bara valkið sitt í að drepa afganginn af höfðingjum. Það var ótrúlegt. Þetta er ekki play sem maður sér á hverjum degi. Nei, alls ekki. Heyrðu, og ég er bara ekki frá því, ég hef ekki... Já, vá, höfðingjar eru að fara þetta alla leið aftur fyrir þau, koma með bara allt liðið og Húsmálinn hendir hérna upp vegg, sjá hvað það gerir og það er komið graf frá Steppo. Mercial sem búinn að ná 2 og hérna hann Hospes er bara upp á hægröndinu að... Já, bara að pikka það og Íló með trukki. Íló bara veður í gegn. Bara svinga. Það er ekkert sem stöðvar hennar mann akkurat núna. Notast ekki shatterið sitt? Nei, sem er mjög líklega frekar góð hugmynd hjá honum. Þau eru að detta í 4 út, rétt bráðum, ef að Hospes og hvert og eitt þeirra getur stjórna heilum tímafæð. Hospes deyr, fellur fyrir hrútbúki og Steppo tekur sjálfan sig út. Það hefur verið óþægilegt misklik. Og þau ná hérna standarglópa á Íló. Já, Lilja er komin á bapp núna, wow, ok. Já, Lilja er komin upp á bappinn. Ég alveg fylgjast með. Já, þau hafa séð þetta þarna í Silfur og sagt, Lilja, ok, þú mátt hérna, þú mátt fara bara yfir á bapp og vera hérna með DPS. Já. Þau vilja spila Soldier, en þau vilja samt ekki setja Sigfús og Húsmálinn á Soldier, þannig að þau setja bara Lilju á Soldier. Já, nákvæmlega. Heyrðu, þarna er shatterið frá báðum. Blueboy hérna blokkar shatterið frá Íló, en nær sínu eigin shatteri. Endaði nú því miður ekki nógu vel. Bara pikka. Og þarna koma 2 kill frá Rottaler. Þetta er að ganga töluvert betur hjá Silfuri núna. Silfur er samt down 2, eða down 1 núna. Sigfúsinn er að labba tilbaka. Já. En þau eru að mæta á Point C. Heyri, já, náðu því. Með án þess að höfðingjar reyni að stoppa þau. Ég sé að Mercial er komin á Ash núna. Já. Það verður. Það er double hitscan hérna hjá höfðingjum. Íló er frekar low, en Immortality-fíldið kemur út að kalda. Ásamt. Window og... Já! Silfur. Þarna voru flott kombo hjá Silfri. En það er spurning hvort þau hafi sett of mikið í þetta push. Já, það er spurning. En núna hanga þau á glugga frá Lilju og shatteri frá Blueboy til þess að klára þetta map. Þau eru með 1 mínútu. Já, þau er bara að ná Íló af Frísan. Og shatteri kemur út frá Blueboy, en Mercial sem komir yfir á Doomfist og skemmir daldið fyrir honum. Og höfðingar eru að jafna þetta tímfænd og taka stjórnina aftur. Það er enginn eftir nema Rottweiler. Mercials tekur hann hérna rétt á hann að næra henda sér út af mappinu. Ofan í hérna neðri hluta Londonborgar. Já. En það er 30 sekundar eftir.
Þau eru að gýrast upp í annar púls sem Já. höfðingar koma fram til að mæta þeim. Búasmalinn setur upp vegg og Ílo fellur. Sigfússon er treytað í staðinn. Og Mercials dettur út af, hrútpungur hendur honum út af. Raftan. Hospice Náðu er aftan, Lilju. hæf Lilju. Þeir eru bara með Lucio heals núna. Þetta er að detta Þú í bara nær tveim. og Rottweiler lokar þessum tímpætt Þeir eru með þetta þessum með tífubombi. neinn heals ekkert núna. Nei. En Blúbói nær Íló. Mercials er komin aftur. Þau eru komin í overtime. Búasmalinn og Rottweiler eru hérna með Sigfússon og eru að halda í vonuna. Það kemur hérna út Graf. Rottweiler Næs, Sigfússon nær honum, en Hospice tekur Sigfússon út. Lilja tekur Hospice. Já, hún er mættust. Þetta er svakalegt bról hérna. Ílo er komin yfir á Wrecking-Ball. Baby Diva, hún er alltaf öflug. Reynda fellur fyrir Íló á ból. Já, og hrútpungur fellur. Mercials hendur honum út af, hann er að hefna sín fyrir áðan. Þetta er... Það er bara, ok, það er Rífanum er Blizzard. að koma. Nei. Mercials hendur blúblið út af Rottweiler. Blizzard er hérna, en Búasmalinn er aleitt eftir og... Ef við Sigfússon Nei, er komin að Tracer. Sigfússon er komin aftur og Rottweiler er að mæta. En allt kom fyrir ekki og höfðingi að taka seinna mapp. Já. Það var rosalegt fætan í endan. Þetta var, já, heldur betur. Þetta hænum. Þarna náði Hospice einhverju mögnuð, en í loftinu... Já. En það var öllu tjaldað til hjá Silfri í endan til þess að tryggja Já. sér að klára hérna mappið. En höfðingjar voru með svar. Það er spurning hvort höfðingi að taka þessi 3-0 eða að Silfur nær eftir mappið til þess að hafa það aðeins lengra. Silfur náttúrulega er ennþá með sjansinn á öfugum sópi hérna algjörlega. og Það er 2CP. fær að velja soltmappið, já. Æðislegt. Þetta var mjög kalt henni hjá mér. 2CP er náttúrulega skemmtilegasta hérna, mapptæpið í leiknum og við Já. fáum engan að segja manni annað. Nei. Nei, eða þannig. Fæ mér hérna stóran sopa úr djúpu glasi af kaldhæni. Já, En hérna, höfðingi að fá að velja annarkvort að taka árás eða verja. og Velja Það árás svo- aftur. já, þeir velja árás aftur og svo virðist vera að Silfur hafi valið Skya Industries. Já, ekkert annað. Nú er ég að velta einu fyrir mér. Mm. Er Mercials fara að spila eitthvað annað en Symmetry í þessum leik? Það er spurning. Af því að það er náttúrulega mjög Nei. vinsælt að spila Symmetry á Volskaya, einmitt. Já. Þannig að þetta verður Mjög hvorki meira en minna en áhugavert. rosa áhugaverk. En það eru bara allir ready og við erum Já. að fara að henda okkur inn í mappið. Þetta er af öllum assault mappunum í leiknum, er þetta mögulega uppáhald mappið mitt. Ég Verð ég að segi vinna? þetta sko. Í öðru sæti er öllum lengjum Anubis. Reyndar Anubis er svona, það er svona guilty pleasure hjá mér, að þetta er eiginlega svona dra Anubis. Þannig að ég Já. finnst þetta mjög pirrandi. Og ég En- held mjög mikið upp á Hanamura en er falin að fíla það töluvert minna þessa Já. dagana. Já, ég skildi mjög vel. Herru, ég skal bara taka Silfurina. Það Já. er Blueboy á Winston, Rottweiler á Sarju, sem sagt double bubble hérna. Það er double bubble dive defense. Þannig að Sigfússon á McCree og Kvasmalinn á Tracer, Hrútspungur er á Senn og Lilja á Önu. Já, Þetta er öðruvísi heldur en við sáum áðan, nefnum með DPS-ana. já,
DPS-arnir eru að spila nokkurn veginn að saman og þeir voru að spila á þann, en þetta verður mjög áhugavert defense. En núna eru höfðingjar að gera sér tilbúna að fara að vaða inn á pointið með Elo í farabróti sem Reinhardt og Stebbo á Saríunni. Mercials er komin yfir á McCreeinn, þannig að hann fær að spila eitthvað annað en Symmetry allavega núna. Hospice er á Mei og Strandaglópi á Lucio og Kaldi heldur sig við Baptistinn. Þeir eru komin hérna upp í ganginn. Sifjusen nær Mercials. Mercials fellur fyrir Sifjusen. Halda áfram. Það er, þeim gefst náttúrulega voða lítið færi á öðru, en Blueboy hoppar eftir þeirra. Kaldi þarna með gott Immortality Field sem heldur þeim á lífi. En Blueboy ætlar ekki að láta segjast og Kúasmalinn er komin í bakið að þeim. Lilja er að ná Strandaglópa hérna. Hann Elo sér hreinlega enga aðra von en bara að fara inn á pointið, en Rottweiler mætir honum þarna með hörkunni. Elo nær Blueboy samt, þannig að nú er að spyrja, já, Rottweiler fellur þarna. Þau eru með ekkert eftir nema DPS-ana sína og healerana upp á hægrandinu. En það þarf einhver að snerta pointið þarna. Ef að Silfur ætlar að halda í pointið. Kúasmalinn fær hann að nano og hendir sér inn á pointið, en Stebbo er með hann og, nei, Kúasmalinn tekur Stebbo og Blueboy er komin aftur. Hospice nær Sifjusen í miðju Hænúni. Hann lokar þarna á Hænúni hjá honum, segir honum að klukkan sé ekki 12 á mánuði, þannig að... Klukkan er 12 einhvers staðar. Já, alltaf. En nú eru samt hérna höfðingjum það er búið að hrinda þeim aftur. Já. Og Mercials kemst út lífsaf. En þeir eiga samt hérna 2 mínútur eftir og eru komnir með 2 tick á pointinu og það er að segja 69,4%. Nice, allt planað. Nice. Þeir geta bara beðið í spawn núna og sagði bara hérna góður leikur, ekki? Já, við unnum. En Blueboy kemur hérna og hendir Elo bara út á mappinu. Hún finnst það ekki nóg, hann ætlar að ná fleirum. Tekur Hospice þetta og Stebbo fellur, en ég er nú nokkuð viss að Blueboy hafi átt eitthvað með þetta að gera, sko. Já, algjörlega. Og Mercials þarna stakkar að þetta aftarlega. Já, hann er á leiði. Vorkinum honum með það. Þetta er komið niður í 1 mínútu og 15 sekúndur hjá höfðingjum. Þegar þeir eru að gíra sig hérna í þetta push. Þeir halda í 3 út og Strandaglópi og Stebbo eru að, já, þarna kemur út Graf frá Silfri og Nano Monkey, þetta er uppáhalds útkombóðni. Mercials tekur hann þetta. Þannig að Blueboy fær víst ekki að gera mikið meira en að taka þarna 1 kill og höfðingjar er að taka passið. Út hann frá Hrútspung, gera kleift fyrir þetta stála aðeins meira. En Hospice kemur hérna með Blizzard, hendur í beint á pointið og það Hrútspungin er Hospice. stendur enginn á pointinu samt. Að vera snerta. Það eru 2 á móti 2. Reyndar Blueboy er komin aftur. Og en höfðingjar eru náttúrulega með spánutallið nær og eru með 4. Já, þannig. Þeir taka point A. Blueboy þarna hendi sér í primary rage til þess að reyna að stoppa þau og hann mun mögulega sjá eftir því þegar höfðingjar reyna að snowballa hérna inn á point B. Elo er að nálgast Shatter, Strandaglópi þarna var hann eitthvað þreyttur og fæði sér blund, en Hospice er komin yfir á Hanzo. Já, Mercials að Tracer. Þeir eru hann á hægrandinu. Er að reyna að taka frá þeim hérna heilurunum. Já. Við erum með Shatter en Blueboy er að blokka. Blueboy fellur Stebbo nær honum. Lilja enn og aftur með öll pikkin hérna. Lilja er stórhættuleg hérna. Stórhættuleg. Og Hrútspungur líka. En Stebbo nær að taka hana og höfðingjar hérna hörfa heitulega. Þeir ætla ekki að láta taka sig, allavega ekki Elo. Nei, hann er að bakka með skjöldin.
og þeir ætla að henda í annað push hérna, reparaðan. Strandaglópi er sá eini sem að er kominn tilfinnilega nálægt ulti, en það er hann 94% upp í Soundbarrier. Já. Sigfússon heldur á Deadeye, sem að hann gæti mögulega að fara að nota til þess að búa til annarkvæmt pláss eða tækifæri til liðið sitt til þess að taka killinn. Já, Soundbarrier kemur út úr strandaglópa. og Sigfússon með hænúni. Stepp og strandaglópi heldur þetta á Hvað sparar Graf, kemur út frá Rottaler. Silfur eru Shot alveg sá mér sjálfs. Silfur eru greinilega mjög sjóuð á þessum mappi og vita hvað þau þurfa að gera til þess að halda hérna point D. Point D er náttúrulega yfirleitt auðveldara fyrir þá sem að verja mappið heldur en point A, en þeim gekk nú ansi vel að eru bara made til þess að defenda point B, sko. Já, en þeim gekk nú ansi vel að halda þeim frekar lengi á point A áður en að Stebbo er hérna að koma inn með Graf og við sjáum hvað verður úr þessu. Það er hérna Mercial sem komin aftur yfir á summatruna. Það fær ekki break. Heyrðu, en Blue Boy bara hunsaði TP-ið. Og náði þetta þremur. Ef þau áður en ná TP-inu, þá skipta bara ekki máli. Já, Stebbo og Ilo komast þetta inn, en hérna Blue Boy var bara alveg sama. Fór bara beint á alla sem eftir voru og hendi þeim í gólfið og sagði stopp, nei takk, faraði bara aftur í spán. Nope. Herri, við sjáum hvers fór TP-ið. Ok. Nú eru þau komnir niður fyrir 10 sekundur og höfðingjar þurfa að fara að snerta pointið með góða yttu, en Blue Boy gefur þeim ekkert pláss og þau hreinlega komast bara ekki. Silfur er búið að takast það að gefa andstæðingum sínum ekki nema 1 stig á Volskaya. Já. Og getur verið draw ef Silfur nær fyrsta punktinu? Ef Silfur nær fyrsta punktinu en höfðingjar halda þeim frá því að ná punktinu, þá getur orðið jafntefli á þessu mappi. Já. Þannig að nú liggur mikið við hjá höfðingjum að stoppa Silfur ef þeir vilja ekki að þessi leikur gangi mikið lengra. Já, þurfa bara eiginlega fólk halda. Já, svona nokkurn veginn, en því bara merkja líka að Silfur þarf ekki nema taka point A og svo 1 tick á point B. Til þess að bara vinna. Til þess að vinna mappið. Vegna þess að þau bara pössu upp á það. Höfðingjar fengu í rauninni bara ekki að stíga fæti inn á point B þarna á sínu attack roundi. Náðu þess vegna ekki nema bara einhverjum nokkrum prósentum þarna á point B sem maður náttúrulega telst ekki með nema hún náir upp í 33%. Já. En já, Höfðingjar eru að henda hérna í double bubble dive defense líka með Ilo á Sarjunni og Stebbo á Winston. Mercials er á Soldier og Hospice á Hanzo. Strandaglópi á Mercy og Kaldi á Önnu. Hvað eru Silfur að ráðast á með? Þeir eru með Blue Boy á Ryan, Rottwell á Sarju. Síðan er Sigfússon á McCree og Cosmillan á Tracer. Hrútspunktur á Lucio og Lilja á Önnu. Það er svona Freka basic, deathball, brawl. Já. En það er spurning, ég sé ekki betur en að Kúasmálinn sé komin í baklænið. Rottaler tekur þetta Hospice og Kúasmálinn hérna er að bíða eftir ákveðnum tíma þess að komast upp á hægrandi töður til hérna Lilju til Kalda og hérna og Mercials. Rottaler. Nei, heyrðu. Kúasmálinn, jæja. Mercials stoppar Kúasmálinn þetta en Sigfússon tekur Mercials út samt. Þau eru ekki með... Sigfússon! Mynd ok. Ilo er hérna fallinn og Hrútspungur hendir Stebbo hreinlega út af mappinu. Sigfússon tekur strandaglópa til þess að
kórona þetta og Silfur komið með fyrsta point. Já, nú- með næstu 6 mínútur á klukkunni. Já, það töluvert betri tími fyrir Silfur hérna til þess að taka point B heldur en þau gáfu höfðingjum. Já. Þannig að við fáum að sjá hérna hversu vel þeim gengur. Þau fara hérna sama Mjög unlucky. strandaglópi hérna með svakalegt barats en Kúasmalinn hefnir vinnar síns. En Steppo nær pinninu. Þetta fram og tilbaka en Blue Boy hérna með flott shatter en Kaldi tekur hérna antinatið og stoppar hann daldið. Það er líka... Rottalir og Blue Boy skiptast á að taka út hérna Steppo og Hospes. Lét tekur Hospes. Höfðingjar fattar henni og ná bara ekki að stoppa. Silfur ætla sér ekki að tapa þessu 3-0. Og þeim alltaf búið að takast að næla sér í 1 stig. Og við sjáum nú hvort að þau nái... Er þetta með TP-ið? Þetta, já. Já. Og bara neitt. Þarna vorkennir maður. Þarna vorkennir maður afgangnum á höfðingjum. Þetta var óheppilegt að höfðingjar náðu ekki þarna liðsheildinni og samheldinni til þess að fara öll inn í TP á sama tíma en það skiptir það miklu máli þegar þú ert að horfa á Ryan sem er með shatter og vill svinga. Skilja. Þú þarft að koma öllu liðinu inn, annars kemur þau engu í gegn. Sáum það bara hana, algjörlega. En nú fá höfðingjar að velja escort map og þau geta verið dálítið hættuleg. Við erum búin að fá að vita það að Elo hendur þarna í að höfðingjar ætla að taka Havana. Unana. Já. Og Nak hérna staðfesti það að þetta var það sem við vorum öll að hugsa þegar einhver segir Havana. Ég viðurkenni það að þetta heyrist líka í skrifum hjá okkur í ferskum. Já, okkur líka. Einhver nefnir Havana á nafn, þá er einhver annar búinn að svara því með Unana, yfirleitt bara leið. Það er bara regla. Það er, já meina, þetta er bara þannig. En Silfur vilja byrja á að defenda. Já, þau eru með þetta. Þau eru með reglubókina á hreinu, sko. Já. Á að defenda. Ég man eftir því, mér skýtur það upp í hugan í morgun. Nei, í fyrra sísonið var, sko. Þá tókum við í Berserkjum nýbúin að setja saman liðið Skrim við Silfur. Já. Og ég ætla nú að fara í þessa sögu bara því að það er smá pása hérna hjá liðum. En mér að minnist þetta að þá vorum við nýbúna, en mér sýnist þið ætla að henda í highlight. Já, ok, þá bara... Þannig að ég fæ bara að segja þessa sögu einhvern veginn seinna. Já, það þau koma aftur. Já, eins og ég var að segja, við hoppum í highlight að fyrsta skrimmið okkar berserkja var einmitt við Silfur og við tókum Havana. Þá vorum við byrjað að vinna með strats og eitt af því kom beint úr Overwatch League sem var defendið upp við hurðina á Havana. Já, ok. Og Silfri fannst það mjög skemmtilegt defense lenda á móti, þannig að ég er að spá í því og býst sterklega við því að Silfur sé að fara að henda í mögulega eitthvað svoleiðis. Vonandi. En við svo sem fáum að sjá það eftir smá. Og það myndi alltaf að gleðja mitt hjarta rosa mikið ef ég fengi að sjá þau taka harkalega dyrahaldið. Já, bara onkampa bara. Já, það gefur defenderanum dálítið séns á að fá alveg allavega einn ef ekki 2 auka fæta á point A. Já, reyndar, það er bara mjög satt. Ef að defenderarnir eru að halda við fyrstu beygjuna,
þá Já. getur það verið dálítið erfitt Ready að for battle. Það er fá bara eitt annan fæti fight. viðbót. Já, Bara ef þau ná því. ef þau ná því, sko. En við sjáum að Silfur eru komið með Blue Boy á Rhine og Rottweiler á Saríuna. Sigfússon er á McCree og Kúasmalinn á Tracer. Hrútspungur er á Lucio og Lilja Þór á Önni. Þannig að það er svona það bil allt með feldu eins og áðan. Já. Skilja. En hvað eru höfðingjar að fara að bjóða okkur upp á? Það er double shield hérna. Það er Elo á Sigma og Steppo á Rhine. Merchals er á McCree. Hospes er á Vitto. Hann er mjög góður. Hann er mjög góður hérna á fyrsta. Og Hospes stór hættulegur Vitto-player. Já, algjörlega. Er það Strandaglópi á Sen og Kaldi á Önnu. Já. En hérna Silfur hérna greinilega vita ekki að hérna þetta hversu mikið þetta myndi gleðja mig, þannig að þau eru hérna við fyrsta hotnið. Jæja, máttu reyna. Já, það má alltaf vona, sko. En kannski er það bara næst, ef þau ná, með bæði leiði ná alla leið. Já. Hospes En við er erum að sjá komin hérna, Heyrðu, Silfur er að ná fyrstu killum, hvað spilin kemur í bakið á Vitto og nær henni. en Hrútspungur fellur hérna, ja, en Silfur er nú samt með yfirhundana í þessu tímfæti og höfðingjar neyðast til þess að bakka. Og líka Hospes skiptir frá Vitto yfir í Hanzo. Hanzo er náttúrulega með meira, meiri pressi á skjöldin hjá Blue Boy. Algjörlega. Ég giska á að það sé það sem hann er að vonast eftir hérna. En það kemur hérna nanobúst frá Lilju, beint á Blue Boy. Blue Boy er nú tekinn og Lilja líka. Merchals nær hérna Lilju alveg. Jæja. En Silfur eru að falla hérna í hrönnum alveg. Já. Með höfðingjana bara á eftir sér, langt inn í spawn, leikum við. Kvassmarinn er samt ennþá. Og Blue Boy blokkar sjattirinn frá Steppo og Merchals fellur hérna líka. Þannig að Silfur eru að taka hérna dálítið stjórnina á point A. Já. Annar fight, við náðum því. Við náðum því. Þeir eru Strandaglópi með huge kill á kvassmarinn. Með headshoti, sko. Já, við Og hann kemur hérna í Gravity Slugs, beint í, en Sigfússon hendur í Já. og Merchals nær Hrútspung með sínu hænu. Grafi kemur úr frá Rottweiler og Blue Boy tekur 3 í grafinu, 4 með Elo þarna og Steppo fellur, Rottweiler tekur hann. Sæt. Kúasmalinn var þarna með 1 kill, sá ég. Já. Þannig að við skulum ekki halda það að þeir séu ekki að vinna sína vinnu þó að tankarnir séu að eiginlega taka alla stjórnin í þessu. Já. Höfðingjar eru hérna með 1,5 mínútu eftir og eru komin halva leiðin í gegnum pointa. Rétt rúmlega það. Það kemur hérna Nano á, en Transið svona í rauninni counter og Lilja fellur hérna Hospes nær henni og höfðingjar henda sínu Nanoi á Elo sem ætlar bara alla leið inn með Steppo fyrir aftan sig. Þau halda áfram að pussa og ef að enginn úr Silfri kemst núna hérna þá Kúasmalinn er nú samt á leiðinu á handkóntestnar og Rottweiler er að koma hérna og afgöngur á leiðinu Hrútspungur og það kemur sjattir hérna sem að leggur hann Elo í jörðina en þetta er að verða þeim erfitt en þau ná kalda. Þeir eru með 2 pick. Sigfússon tekur Hospes út og þetta er að snúast Silfri vil aftur. Heyrðu. Sæt. Núna eru höfðingjar með hálfa mínútu eftir og ef þeir ná ekki að ýta þessa síðustu 3 metra sem eftir verða, eða 5. Já, pilotið fer þarna 5 metra aftur. Já. Og ef þeir komast ekki hérna á næstu 15 sekúndum og ná að klára þetta, þá eru Silfur að fara að Já, þeir eru með engin öll. stoppa það bara með engin stig. Jú, þú komið sjattir og hendir í það, en þau eru fastir í grafi og langt frá pilotinu og það kemst enginn að snerta. Blue Boy með 4K í endan hana. Blue Boy með 4 kill í endan. Líka Kvassmarinn með huge bomb. Pulse bomb. 0-0. Þetta var
þetta er rosalegt. Svakalegt hold. Hvað var þetta? Já, 4 Silfri. fights sem, 3-4 sem Silfur náði á þessu fyrsta punkti. Já, og alveg ótrúlegt hvernig Silfur að, sko, í rauninni tapa tímfæti, Já, en En- hvað er komast en koma aftur 4 aftur inn að með jafnvel bara 3 eða 4 og stoppa höfðingja. Við mitt vorum að tala um það, hvernig maður nær kannski einum, Já, síðan náði alveg bara, merkilegt að sjá hvernig höfðingjar voru stoppaðir hérna mikið af Silfri já, þó að þeir virtust vera með yfirhendina. heyrðu, við sjáum sama, nefnbyttu, þetta er ekki alveg sama kombi á Silfri, hann Rottweiler er komin á dífu með rennum, Já, Fusion á McCree og Kvassmælinn á Tracer ennþá, og Hrútspungur á Lucio og Lilja á Önn. og höfðingjar virðast nú ætla að fara dálítið nær hurðinni heldur en Silfur gerðu. Eru komin hérna í húsasundið. Já, Þeir eru með Hospice á Mei, Mercials á McCree, Stebbo á Sarien og Ilo á Ryan. en Lucio þetta var hérna á frá Strandaglópa. hliðinni, svo En þau þau ná fara ekki á. alveg að, Hinum megin frá. Og Kaldi á bappinum, láðast að segja. Rottweiler Mercials nær fellur fyrstur. Rottweiler að taka hann hérna. Og Mér sýnist þetta Og ekki hafa Silfur. alveg virkað eins vel og hefði ekki hjaldi. nei, þeir líka gleymdu því að til þess að halda svona framalega þá þarf maður að fara alla leið, Já, virðist vera. En þeir voru þarna í húsasundinu og bíðandi eftir Silfri virðist vera svo að Hospice geti sett upp vegginn já, en Silfur ákvaðu, þeir sáu það fyrir þarna í Silfri og fóru bara út hina hurðina, gáfu þeim engan sens til þess að stoppa sig. ætla ekki að tapa þessum leik, sem bani. Alls ekki, þetta bara þannig, Silfur ætlar að fara með þetta alla leið. Já, Og heyrðu, wow, þau skemma, Hospice Já. skemma Shattered Blúbói Það var sem fer bara upp á húsið litla en Silfur ennþá að pusha og það Já, enginn það að stoppa Hrútspung hérna. Blúbói fann hann og ætlar bara að ýta lengst inn í baklanið og Kaldi hérna heldur upp Matrixi en það gerir voða lítið þegar Silfur komin í gegnum það sko og vitlaus megin við það. það eru tveir sem ná mögulega að toucha. Og Elo fær þarna betra shattir heldur en Blúbói en það gerir nú voða lítið fyrir hann þar sem hann fellur á endanum og Já, Silfur bara búinn að klára þetta. já. Hæ, Það nú er frá- sópurinn kominn á loft. Já, hæ nún frá Mercials var skammgóður vermir fyrir höfðingja en það Blúbói bara þarna með skjöldu framan í. Já. Þetta er 4K þannig í endan Já. svona, Bara hann nær sveip, bara hann Svein. stendur bara þarna inni og Já, svo bara já. sveiflar maðurinn hamrinum hægri vinstri og allir rosalegt. fljúa. Þetta er hérna voiceline sem ég heyri oft í leikjum að þegar allir aðrir, þegar eina sem þú varst með hamar, þá voru allir aðrir nagli. Já. Ég held að Blúbói sé að lifa því lífi akkurat núna. Algjörlega. Allir spilarar höfðingja eru hreinlega naglar akkurat núna og hann er með stóran hamar, hann Blúbói. Stórasta hamarinn í heimi. Heldur betur. En höfðingjar eru bara ekkert að bíða boðana og segja strax að þau ætlu í Busan. Já. En staðan er 2-2 og þetta er búinn að vera æsi spennandi leikur hingað til. Við gætum séð Silfur skemma vonir höfðingja að Vá. komast skrefi nær fjörarleiða úrslitum. Og- Núna er þetta orðið real, sko. Það er allt undir fyrir höfðingja í þessu seinasta control-mappi þessa leiks. Já, það er downtown. Já, við byrjum á downtown. Þessi lið eru bæði búin að vera að spila dálítið dive með Já.
Winston og þetta nú alltaf dálítið sterkt dæma Já. fyrir það sem að vilja að spila það. Það er spurning hvort við fáum loksins að sjá þessi tvö lið spila dive á móti hvor öðru. Já, En- við sjáum Silfur spila dive. Silfur komið hérna á old school dive með Blueboy Já. á Winston og Rottweiler á dífinni. Sigfússon á McCreeynum og hefur búin að vera náttúrulega að gera mjög góða hluti á honum í kvöld. Algjörlega. Kúasmalin á Tracer og Rútspungur á Lucio. Lilja með önuna hérna. Nei, Ó, þau býttu nú við. skipta yfir í Double Bubble og Rútspungur komin á Brigitte. Já, sjáum hérna höfðingja vera með Ilo og Ræn, Stebbo á Sarju, Marshalls á McCree og Hospice á May, Strandaglúpi á Lucio og Kaldi á Bap. Þess að bara metta í dag. Þau eru ekki alveg sammála það hvað þau vilja spila hérna á þessum mappi. Nei. Við sjáum hvort kompið fer Já. sigur og býtum í kvöld. Höfðingjar eru á punkt. Höfðingjar eru búin að taka plássið á pointinu en missaði þeim að staldi fyrstið. Blueboy fellur þarna, Messias tekur hann og höfðingjar ná fyrstu stjórn pointinu og eru núna að færa sig upp á við til þess að fara þau fara þarna upp á hægrundu til þess að mæta hérna honum Rottweiler á Sarjunni og Lilja fellur þarna. Spurningum bara að bakka. Rottweiler er í mjög erfiðra stuði. Ég held reynlega að Rottweiler geti bara ekki bakka. Hann Já, ætlar hann að er að reyna að hoppa hoppa þarna og verður fyrir lestinni. Jæks. Þetta er ein leið til að fara. Já, ein leið. En þau voru líka, þeir í höfðingum voru líka bara búin að íta honum hérna bara alla leið í rauninni yfir í sitt eigið spot Já. og voru bara ekki að leyfa honum að gera hvorki neitt damage né að skaða hann neitt. Það var Við alltaf sjáum okkur að- neitt. Já, Við sjáum samt að Rottweiler með hins vegar graf. eftir þetta graf sem að Þetta var Stebbo getur ekki svarað. mjög stórt. Lampinn nær. Nær öllum en lampinn frá Kalda heldur hann á lífi Új, Rottweiler, þetta er bara... og hann hérna Messias nær engum nema andstæðingi sínum honum Sigfússon á hinum McCreeynum og Silfur tekur pointið. Þau eru hérna núna sett upp með þetta frá Sigfússon. Maður getur skapað heilmikið pláss og svo Blueboy tilbúið með Primal Rage en líklega ekki notaði fyrir hann er búinn að fá nano frá henni Lilju til þess að taka Já. dálítið harkalega árás á þau. Sjáum höfðingja mæta inn á pointið með látum en Blueboy fær hérna nanoið og Nær Marshalls. Það var en hendur frá það síðast. fellur eftir fyrir æskur frá Hospice. Já. Hospice á pointinu og Kúasmalin hérna með honum. Új, En er nær að horfa hendur hvað annað. Ilo farinn en þetta lítur nú samt ekkert of illa út fyrir höfðingja. Nei. Fyrir utan það að, Ná, hvað spurning? jú, en Það er spurning, sko. já, Já. Silfur ná nú að stabilisa og eru komin hérna 5 eftir á pointið og það vantar engan nema Kúasmalan. Já. Og Blueboy komin aftur upp á hægrundu. Rottweiler að nálgast annað graf en Stebbo nær sínu grafi hins vegar. Já, satt. Hospice kom með Blizzard og Já, Ilo Charger. það kemur hérna Rally Já, það var frá nafni. Hlutmungi Þetta var stór Blizzardið- Blizzard. stöðvar alla í spórum sínum og enginn eftir nema Lilja Sigfússon nær og Marshalls. Það er nano. Kúasmalin og Lilja og Kúasmalin tekur þarna 2 með pulsbombi, þetta er svakaleg Ná eiginlega bara að snúa fætinu við sem þið voru að Og- tapa. og það ekki nema að hann hérna Stebbo ætlar að Já. komast hérna inn á pointið og snerta og nær overtime í gang en hann Versials eitthvað þreyttur hérna á dúmfistunum Sjáum Og- Ilo og reyna að taka hann Lilju. en Ilo tekur Lilju Kaldi Graf. nær Rútmungi og Versials fellur Eru samt að Og- ná. höfðingjar með yfirhundun á pointunum en Blueboy ennþá á lífi þetta, Jæja, það ná honum þetta já. en þetta nú samt
sko ekki það versta sem hefði getað gerst. Nei, Fyrir utan það að Silfur setti alveg eitthvað af últum í að reyna að halda Já. þessu. já, satt. Þeir Eru hefðu þetta mögulega með- getað haldið þeim. Svo mikinn tíma voru þeir með til þess að vinna sig aftur. Jæja, þau eru með engin allt. Þeir eru með engin út núna. Það er En pást. Blueboy þarf ekkert út. Hann tekur strandaglópa en Elo er hérna búinn að svara með sínum eigin Winston. Lilja tekur Elo og Já. Silfur eru bara að taka stjórnina aftur. Já, og- fín frá strandaglópa. Aumingja strandaglópi Ó, með Lilja sitt tekur eigið hann sandbarrier og Silfur hérna kalda tekst ekki að snerta pointið og Silfur er að taka þetta nýfja 100 á móti 99 Já. en voru þó með mikla yfirhönd meilhlutan á mappinu. Það voru þarna einhverjir bardagar sem að Já, höfðingarnir tóku en Silfur voru vissu alveg hvað þau voru að gera komlega. allan tíman. Núna erum við að sjá eiginlega bara algjört mirror comp. Já, Bæði lið með Ryan Sarju og Lucio en það er smá munur á DPS-um og Lilja er á önunni á meðan Kaldi er á Baptiste. Já. 3, 2, síðan er Og- Mei en bara með Kree. capture the objective. Og Kúasmælinn heldur sig við Tracer og Hospes tekur meina. Mein er óslega góð hérna, finnst mér. Það Já, meina. það er náttúrulega líka bara alltaf gott að vera með í rauninni einn Já. tank í viðbót í liðinu. Já. Það er sem að Mei í rauninni er. Blueboy er hérna fristur og Elo nær en frábært barrier frá hérna Rottweiler heldur hann á lífi og Elo fellur í staðinn. Strandaglópi er fallin líka með, eftir frábært antinit frá Lilju en Kaldi nær hlutspunkti sem er eitthvað að hanga of mikið þarna uppi. Þeir eru samt búin að bakka höfðingjarnir og Silfur fara þetta 4 upp til að mæta þeim. Báðir tankar, Anna og Sigfússon á grínum. Lucio er mættur. Það er Blueboy fær Nano og hendur sér á Hospes sem hann er bara fellur. farin inn. Tekur hérna Kalda og Steppo fellur eftir að Rottweiler hérna grillar hann með hérna fattbyssunni hennar Sarju. Þeir hérna í höfðingjum virðast þetta að fara vinstri átt núna en Silfur eru með það á hreinu enda Kúasmálinn tilbúinn hérna að Síðan kolla flyttu þessi til hægri. Já, heldur betur. Meiveggur nær Blueboy ekki alveg. Já! Þetta var nú svakalegt. Elo hendur í sitt eigið sjallir en Blueboy er bara fyrri til og maðurinn er óstöðvandi. Hann er svo sannlega með stórasta hamar í heimi. Allir hinnir naglar. Það er eiginlega bara ef að höfðingjum tekst ekki að snúa þessu við þá veit ég að það verði sagan sem sögðu verður af þessum leik að Já. höfðingjarnir urðu hreinlega naglarnir sem urðu bara fyrir hamrunum hans Blueboy. Já. Pásfælunum með Þetta stórt fer hann úlspann. aftur hann inn og býr til heilmikið pláss sem að Lilja Þór, Sigfússon og Kúasmælinn eru ekkert að bíða með að nýta sér. Er það 20% eftir? Núna þurfa- bara að reverse sweepa þetta. Núna þurfa höfðingjar að fara að gera eitthvað svakalegt. Þeir fara undir. Blueboy er með sjallir en það er blokkað af Elo. Það eru hænún frá báðum liðum. Og Sigfússon tekur steppa eftir að Blueboy fellur. Kúasmælinn er farinn. Og Elo líka. Já, flott beat. Já, pínlítið sitt. Náðu ekki að bjarga Elo. það er það. Steppo er komin yfir á Wrecking-Ball þess að koma hraða tilbaka og Versians er komin á Doomfistinn. Sigfússon þarna ansi nálægt því að falla en Versians er tekinn tekinn. Blueboy nær. og núna er eiginlega bara ekkert eftir nema Heyrðu, Ílum búin að dífu að næra þetta. Ívani á Elo og Sýnir- þetta bara telur niður. Já, Silfur. Silfur. Tók upp sópinn og Og- sópaði mappinu aftur bara tilbaka. Jú. Þetta var rosalegt.
Blue Boy bara alveg að negla það alla niður. Þetta shatter var náttúrulega svakalegt. Það er ekki Já. oft sem maður sér Reinhardt að blokka shatter með sínu eigin shatteri. En Blue Boy gaf okkur það í kvöld. Algjörlega. Ef að ég ætti að útnefna mann leiksins í kvöld, alveg, þá væri það Blue Boy. Já. En ég er náttúrulega með dálítið tank bias, ég skal alveg reyna það. En ég minn hann átti svo sannlega skilið, sko. Heldur betur, þarna á þessum síðustu 3 möppum hreinlega kviknaði, það var eins og einhver hefði bara flippað einhverjum rofa í honum Blue Boy og Já. það bara var eins og það væri allt annað silfur Já, líka koma bara þarna í þessi síðustu 3 möpp, sko. Já, líka bara í öllu liðinu. Algjörlega. Þeir bara algjörlega náðu að taka sig til og Það bara hefur verið eitthvað. tóka þetta. Það hefur verið eitthvað svakalegt pep chat við þau áðan. Já, algjörlega. Heyrðu, við ætlum að skella í viðtöl. Við ætlum að skella í viðtöl og við fáum Stebbo fyrst úr höfðingjum. Hann er bara mættur í stofuna til okkar. Góða kvöldið, Stebbo. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Þetta er náttúrulega rosalega sárt tap fyrir ykkur, væntanlega, í höfðingjum. Já. Við bara veit ekki hvað að segja, sko. Já, Nei, stundum gerist svona bara. Hvað gerðist? Þið voruð með mikla yfirbyrði þarna í byrjun. Fyrstu 2 möpp tókuð alveg skuldlaust. Já, við erum bara kokki eða eitthvað, ég veit það ekki. Það Létuð þið- gæti komist í hausinn á manni þegar maður er að vinna 2-0. Já, Já, ég hef alveg lent í því sjálfur. það var svona drosa að vel spila hjá Silfur líka, sko. Já, Silfur alveg dobluð down og tóku alveg eitthvað allt Já. annað seinni hlutan af þessu. En svona þetta var náttúrulega lág mikið við í þessum leik í kvöld. Að ef þið hefðu unnið hann þá áttu þið ennþá séns á umspilinu efstu sætin. Já, Þannig að ykkar seasoni væntanlega er í rauninni lokið eftir þetta. Eru þið byrjaðir að hugsa ykkur fyrir næsta season? ekki at the moment, en já, kannski bara skrimma betur næst. Er það Já. að skrimma það? Já. Já, hættum alveg að skrimma það nýjan. Já, Já, ok. já. Það Það hefur áhrif á lið að hætta að skrimma. Já, nákvæmlega. En voruð þið með einhvern sérstakann undirbúning fyrir þennan leik? Voruð þið að kynna ykkur leikina hjá Silfri eða svona þekkið þið spilunarstílinn þeirra ágætlega kannski nú þegar? Já, við þekkjum alveg þeirra Rush og já. En ég veit ekki, bara fórum bein í leikinn á þess að hugsa. Það er náttúrulega sárt þegar svoleiðis er. En er eitthvað svona sem að stendur upp úr í leiknum fyrir þig? Svona sem að þú vilt nefna? Bara Lilja og Önu. Lilja Já, og Önnu einmitt þarna, það var stórhættuleg. Já, það breytti miklu, sko. Það breytir rosalega miklu þegar hún hætti að reyna að matcha bappinn frá Kalda sem að var að standa sig svakalega vel á baptistinum og bjargaði bæði þér og Íló oftar en einu sinni. Já, lampanir eru rosalegir hjá honum. En ég sá það líka bara að Lilja var þarna aðeins leið þægilegar á önunni og hendi í svakaleg play hérna. Já, Mörg neitt sem náttúrulega getur verið erfitt og þú færir það hlutskiptið að reyna að berjast gegn því með barrierum frá Sarju. Já. En einhver svona shoutout þína eigin lið? Einhver svona MVP eða eitthvað? Já. Þín lið? Ég segi bara, já, shoutout að Silfur bara. Shoutout að Silfur. Já, shoutout að þig. Ert þú með einhverjar svona sérstakar spurningar, Guri, sem þú vilt koma á framfæri við hann? Það var eiginlega Þetta var bara gott season. Já, algjörlega. Gott season. Já. Þið mætið sterkir inn í næsta season. Nákvæmlega. Ég hlakka til að fylgjast með. Takk.
Og Bara takk vel fyrir, spilað. Takk fyrir viðtalið. vel spilað hjá ykkur Já. höfðingjar og bara takk fyrir viðtalið og takk fyrir seasonið. Gangi ykkur Já. vel næst. Bye bye. Bæjó. Jæja. Fáið Dannaðinn. Þá er Danni kominn og það er Rottweiler, eða ekki, Danni? Nei, það er Blue Nei. Boy. Þetta er Blue Það er Blue Boy, Boy, sko. nei, þetta er maður leiksins, maður. Sæll að blessa þér. Það var ekki búið að láta mig vita hver Danni var. Já, Nema En velkomin Danni. já, Maðurinn sem að sveiflar hamrinum og allir aðrir eru naglar. já. Það var, en sko, já, þið einhvern veginn byrjaði ekki alveg nógu vel. Síðan Nei, bara hýsið upp buxurnar og bara, já, já, náðu þreim þetta er, við erum ekki sponsored en þetta er Pepsi, sko. Já, Já, eða þannig. Ég ætlaði einmitt að spyrja, hvað gerðist þetta í hálfleik? Hver var hérna meðaleikar sem að tóku Braveheart ræðuna? Náttúrulega, þú veist, náttúrulega Lilja er alltaf í peppinu, sko. Lilli er í peppinu. Já, og síðan bara var dælt í sér nokkur Pepsi Max á þarna leiknum og Það er P-Maxin. Og þegar þú hljópst þarna bara inn í baklænið að þeim, aftur og aftur og aftur, með hamarinn á lofti og sveiflaðir, hvernig leið þér? já, þú veist, þeir voru bara svo kokki, maður bara byrja svolítið að taka bara á móti. Já. Og þarna púla hluti eins og bara taka bara afganginn á liðinu þegar tankarnir komist í TP-in en ekki hinnir og Já, lokka sjatter með sjatteri og já, Það á var Busan. rosalegt. á Busan, það var svakalegt. Ég held ég hef aldrei séð það áður gert, nema kannski einu sinni eða tvisvar. Og hvað þá í móti, sjá sjatter blokka með sjatteri, þetta var play Þetta og var, hátt, sko. þetta var upp góður leikir, sko. Já. Ertu með einhver svona shoutouts? Einhvern í ykkar liði eða einhvern í liði höfðingja? Búblunir hjá Rottweilerunum og sko Já, Nanon hjá Rottweiler. Lilji og þetta er náttúrulega bara team effort. Team Já, effort, algjörlega. Líka Lilja með öll pikkin og... Lilja með Battle Mercy-ina á King Já, Pro, já, svakalega. það var rosalegt. Þá var ég orðinn pínur reddur og þakkaði fyrir að vera bara í neðri deildinni, sko. Já, þurfum ekki að horfa á þessu. En eitthvað að lokum, Danni? Nei, ég held ég er bara frekar ánægð með þetta, sko. Já, sáttur? Já, Ég- Til ég hamingju bara- með sigurinn. já, til Já, hamingju innilega. Og Adrenalínið algjörlega já, það er alveg kannski- ástæða. bombun. kannski dálítið gaman að vera liðið sem að færa að hafa eitthvað að ráða það hverjir fara í úrslit og hverjir ekki. Já, Já, Og þið tóku það hlutverk alvarlega í kvöld. Það má segja það. En það æspennandi leikur að horfa á höfðingja að vera að loka bara hurðinni á þá í reverse sweepi. já, Hamingju með sigurinn. Og já, takk fyrir. eru þið með einhver plön fyrir næsta season? Nei, við erum ekkert búin að pæla í það. Eru þið ekki byrjuð? Nei, kannski aðeins og svona, það leifum þessu að klárast. Nei. Já. Ég spyr bara svona af því að Steini var alltaf að spyrja okkur, sko. Já, En- skil. En bara takk fyrir okkur. já, og- sömulegis, takk fyrir kastið. Bara takk fyrir. Og bara til hamingju aftur. Takk. Já, við sjáumst. Bara sjáumst. Jæja, maður fólksins farinn. Já, heldur betur. Maðurinn með hamarinn. Já, en ég sé hérna í chatinu að Adgerar ætti að vera confirmed með 4. sæti nema Bölvun vinni 3-0. Og Það- já, Adgerar, já, það er einmitt akkurat þannig. Ef að Bölvun vinna 3-0 þá eru Bölvun komnir þarna inn, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að það verður á morgun eða ekki, sá leikur. Eða, Ég er er ég ekki að misskilja? alveg viss. nei,
Ég, ekki fyrir mig. en við fáum allavega niðurstöðunar úr honum Já. á morgun eða hinn. Já, ættum að gera það. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig sá leikur fer. En við ætlum víst að henda í eitt highlight í lokin og svo er bara að kíkja á YouTube hjá Almanni bikarinn, þar sem allir leikirnir fara þar inn fyrir það sem að missa af þeim hér í beinni útsendingu og svo er náttúrulega líka Twitter. Já, Twitterinn, Almanni já. bikarinn kom með Twitter. Já. Þannig að kíkið þangað inn og allir að followa.